Mamma, hvaða dagur í dag? 2. desember. Desember, já. Hvað ertu að spá annars? Aðventan. Ég trúis ekki. Jóladagatalið. Fyrirgefðu, Orri, ég glemdi aftur. Ekkert mál. En ertu ekki orðin aðeins svo gamall fyrir jóladagatöl? Þú ert orðin svo stór. Ekki svo stór. Ok, ég skal kaupa dagatal. Ég lofa því í dag. Ég er svo utan við mig. Fyrirgefðu. Í gær fékk ég verkfæratösku og í dag fékk ég hamar. Og svo fæ ég nýtt verkfæri á hverjum degi í jóladagatalið og á jólunum á ég svo fulla verkfæratösku. Þetta er frábært. Já, er það ekki? Jæja, sjáumst á morgun. Hvert að fara? Heim að smíða. Bless, Ása! Hvernig jóladagatal á þú, Orri? Já, ekkert jóladagatal. Akkur ekki? Mér finnst jóladagatal ótrúlega barnaleg. Ég fæ heldur ekki jóladagatal. Þið notið heldur ekki jóladagatal, Latif. Nei. Hvað færð þú í jóladagatalið, Akaja? Ég fekk heilræði dagsins. Hvað er það? Mamma skrifa niður vísdómsorð og svo fæ ég 1 á hverjum degi. Og hvað var þá heilræði dagsins? Góður hugur er góðverk. Þetta er nú ekki alveg rétt. Jú, þetta eru vísdómsorð og vísdómsorð eru alltaf rétt. Ef þú bjargar einhverjum frá drukknun, þá hefurðu gert góðverk. En ef þú hugsar bara að bjarga honum en gerir það ekki og hann drukknar, þá hefurðu ekki gert góðverk. Svoleiðis er þetta. En þú, Hlynur, hvernig jóladagatal færð þú? Er þetta jóladagatalið, Hlynur? Svo opnar maður nýjan kassa á hverjum degi. En sjáu hér. Það kemur bara nýr kassi í hvert sinn. Svo það fær ekki 24 hluti, heldur bara 1. Ég veit það ekki. Hvað heldur þetta sé, Hlynur? Ég veit það ekki. Hvað vonarðu það sé? Já, það væri nú fínt að fá stjörnukíki. Hæ, krakka mínir. Hæ, pabbi. Hæ, Martin. Jæja, Hlynur. Hefurðu opnað dagatal í dag? Já, Hvað var í kassanum? annar kassi. Er það ekki spennandi? Marteinn, geturðu mokað innkeysluna? Það er ekki komið að mér. Það var ég sem gerði það síðast. Eitt augnablík, það var ég sem Marteinn, sérðu þessa kjóla hérna? Ég þarf að hafa þá tilbúna klukkan 6 og þá þarf ég að fara niður á sléttu. Getur ekki bílinn minn? Slappaðu af, ég sagði ég myndi gera það. Það gerðurðu ekki. Þú sagðir að það væri komið á mér. Já, ég gerði það. Allt í lagi fínt, ég skal gera það. Ég skal vera búinn klukkan 6. Eru þið nokkuð svöng? Já.
Ég er með hugmynd. Hvað ef við mokum öll saman? Þá erum við fljótari og við græðum öll á því. Það er bara þú sem græðir á því, Marteinn. Marteinn er bara að reyna að sleppa. Nei. Auk þess að þú að moka. Þú sást hvað mamma var pirruð. Já, þá er ég að moka. Við ættum að hafa þjóna, veistu. Svona eins og langaði. Var hann með þjóna? Vissirðu það ekki? Hann langafiðinn, hann var ríkasti maðurinn í Snædal. Er það satt? Já, hann var með þjóna sem löguð hádegismat á hverjum degi. Hann átti raunar allt byggðarlagið. Hann átti húsið sem Akaja býr í. Og hann átti líka húsið sem Orri og Lúsía búi í. Og svo held ég að hann hafi líka átt húsið sem að þið búið í. Já. En dag einn, þá seldi hann alla bæina. Og vitið þið hvað hann gerði við alla peningana? Nei. Ekki ég heldur. Þau rétt á eftir dóan. Það var talað hann hefði falið peningar einhver staðar, en hann hefur falið þá vel, því enginn hefur fundið þá. Kannski við getum leitað að þeim. Leitað að fjársjóðnum? Já. Nei, það held ég ekki. Þegar ég var lítill, leitaði ég að fjársjóðnum í fleiri ár, og afið þeim líka, þegar hann var lítill. Nei, það er best ég fara út að moka. Eru þið að hugsa það sama og ég? Ég held það. En Hlynur, pabbi leitaði í mörg ár á þess að finna fjársjóðinn. Já, en hann var bara einn, en við erum 4. Komið í. Finnur eitthvað? Nei. Það er engin fjársjóður hér heldur. Við erum búin að leita á háaloftinu, í stofinni og svefnherberginum. Eru fleiri herbergi? Vinnustofan hennar mömmu. Við erum að leita fjársjóði, er það ekki flott? Nei, ég get lofaði því að hér er engin fjársjóður. Ég þarf vinnufrið. En hugsaðu ef hann er hérna. Hlynur. Kannski hefur hann grafið hann einhvers staðar. Lítið upp! Ekki fara á nálægt húsinu. Þið fáið snjóhengin í hausinn á okkur. Marteinn, ætlaðir þú ekki að moka? Jú, en það er langt þangað til klukkan er 6. Þú átt að moka núna. Já, það er víst best að gera það. Pabbi. Þú veist, hann Langafi. Já, hann gamli Narri Marteinn. Hét hann líka Marteinn? Já, reyndar heiti ég nú eftir kallinum. Hvað með hann? Okkur langar að vita eins meir hann. Nú, hvers vegna? Ekkert var neinu. Jæja, komið þá! Narri Marteinn, einmitt. Látum okkur sjá.
þetta? Nei, hérna er hún. Já, hérna er kistan hans Narra Martins. Já. Já, hérna. En ef þið haldið finnið fjársjóðinn, getið þið gleymt því. Ég er búinn að fara gegnum þessa kistu 1000 sinnum án þess að finna nokkuð. Jæja. Nei, nú verð ég að fara að koma mér út á moka. Já. Eigum við opna hana? Við verðum að finna vísbendingu. Nei, sjáið. Þetta er hatturinn hans Narra Martins. Við verðum að einbeita okkur að bókunum. Af hverju? Það er svo margt í bókum. Er þetta vísdómsorð? Nei, heilbrigð skynsemi. Sjáu þið! Fjársjóður minn er hulinn. Leitið hans hvar eplin hanga. En hvað þýðir þetta? Fólk skrifaði svona í gamla daga. Hvernig veist þú það? Af því að ég les bækur. En hvað þýðir þetta? Fjársjóður minn er hulinn. Leitið hans hvar eplin hanga. Eftir hverju bíðum við? Komið þið! Það sem eplin hanga. Við verðum að leita í snjónum! Nei, við verðum að grafa jörðina. Ekki hreyfa ykkur. Þetta finnst mér nú ekki mjög þægilegt. Verið þið kyrrir. Hvað er þetta? Miði. Ég myndi þetta gömlu vísdómsorði. Ekki horfa niður, horfðu upp. Er það nú vísdómsorð? Ég fann þá allavega miðan. Nú stóðuð ykkur vel. Næsti Miði. er falinn undir húsinu innan Pommes de Terre. Pommes de Terre. Er þetta líka gamalt mál? Kannski þetta indonesiska? Spyrir mömmu, hún er frá Indonesíu. Afsakaði, ég skipti mér af að þetta hljóma meira franskt. Hvernig veistu það? Sjáu hér. Frönsk-íslensk orðabók. Þarna! Pommes de Terre. Það þýðir kartöflur. Kartöflukjallarinn! Á að vera svona dimmt hérna. Það á að vera hægt að kveikja. Hérna! Leitum hérna! Farið varlega með kartöflunar. Af hverju? Þær eru lifandi. Allt grænmeti er lifandi. Það er reyndar ekki rétt. Jú, allar plöntur lifa. Kartöflugrösin, ekki kartöflunar. Af hverju setur út á allt sem ég segi? Af því að það sem þú segir Sjáu þið! Nú er komið að því. Stóri fjársjóður minn er grafinn milli hússins og hlöðunar. Eftir hverju bíðum við? Komið þið!
einhver staðar á milli hússins og hlöðunar. Ef hann væri nú búinn að moka. Pabbi, akkur er ekki búinn að moka? Ég var einmitt að fara að byrja. En þú hefur haft allan daginn til þess. Já, en ég hafði svo margt annað að gera. Á! Hvað er að, pabbi? Það er ekkert. Mér var bara illt í bakinu. Ég verð að fara inn að leggja mig. Úps. En Marteinn, þú verður að moka. Við þurfum að finna... Við getum alveg mokað fyrir þig, pabbi. Á hverju? Ekki út af neinu. Nei, okkur langar bara að hjálpa. Nú, jæja. Fyrst þið viljið það, þá skal ég ekki stoppa ykkur. En það verður að búa klukkan 6. Ekkert mál. Já. Hvað haldið þið að þetta séu miklu peningar? Örugglega milljón. Eða milljónir. Það er billjón. Milli hússins og hlöðunar. Hérna. Kannski ættum við að bíða til vossins. Nú klukkan 6 og ef það er ekki búið að moka, þá... Já, hérna. En hvað varst duglegur, Marteinn? Takk fyrir. Hafðu þetta. Kem aftur eftir klukkutíma. Þetta var illa gert, Marteinn. Það varst ekki þú sem mokaðir. Það voru við. En það var ég sem fékk ykkur til þess. Af hverju þetta hlæja? Það er ljótt að hlæja börnum. Jú, ég gappaði ykkur. Það er engin fjársjóður. En hvað gerði langaðum við peningana, Marteinn? Langaði áttu ykkar peninga. Þetta var bara bull. En hver skrifaði þá alla miðana? Það er ég. Ég er narri Marteinn. Ég hef búinn að narra ykkur í allan dag. Ég fékk ykkur til að moka. Ég er stór narri og þið eru lítil og vitlaus. Marteinn, sá sem hlæra öðrum verður sjálfu til aðhlátus. Hvað sagðirðu? Þetta eru vísdómsorð. Ég er stór og narra. Stór. Narra. Ég. Áfram Marteinn. Passaðu, pabbi! Já, mér fyndið. Rosa fyndið. Þetta voru fín vísdómsorð. Já, það er bara. Halló, Orri. Halló, mamma. Hafðir það gott í dag? Mamma? Já. Nei, Guð minn góður, fyrirgefðu.
Ég glemdi því aftur, Orri. Ég er ömuleg mamma, Orri. Ég ætlaði að gera það. Ég hafði hugsað mér að ætla að muna það. Góður hugur er góð verk. Ha? Þetta eru vísdómsorð. Sjáðu þetta. 24 bitar, 24 dagar. 1 bit á dag. Ha? Ekki besta jóladagatal í heimi, en... Takk, mamma. Heim vil ég jólin, heim í gleði, þegar klingjandi klukkur hringja jólin inn. Friðsæld yfir öllu, fagrir söngvar, tendra vonir í brjósti sér hvers manns, og börnin stilltu bíða, að stundin megi líða og hefjast heilög